Þetta kom til mín í gærkvöldi, svona on the subject of Three-Eye Atlas. Ég fekk ábendingu ákveðið mál, ákveðina nálgun og ég fór og kynnti mér þetta og íhugaði á þetta og ég kemst að því við frekari rannsókn að Three-Eye Atlas, sem sagt þriðji interstellar fyrir I og Atlas fyrir stórt interstellar, þetta dulkóði. Það má vel vera að þetta sé náttúrulegt fyrirbæri, ekki framleitt af vitsmunaverum, ég hef ekki hugmynd það, en þetta dulkóðað. Ég get sagt ykkur það að í febrúar og mars og svona inn í apríl þá varð ég fyrir mjög sálrænum breytingum. Ég fór að vakna á nóttunni með mikinn tinnitus, þrýsting fyrir eyrum, ég var vakandi 3-4 klukkutíma á nóttu. Við tók ástand þar sem ég heyrði bókstaflega í rafmagni í húsinu mínu. Aðeins á nóttunni. Mikla draumfarir, ljósdraumar. Og svo í lokin, í svona vikutíma áður en að ég small úr þessu ástandi sem að ég var svona orðin ansi hissa og svona spurði spurninga gagnvart, þá fór ég að upplifa smelli inn í höfuðkúpuna á mér hérna við efsta hryggjarlið. Svona eins og dropar í eldhúsvask. Og við hverjum smell þá fylgdi þessi gríðarlega velliðina tilfinning og mikill léttir. Og í kjölfari fór ég bara inn í ástand sem að einkenndist bara af gríðarlegu innsæi, miklu hugrekki og vissu að það biði minn eitthvað ákveðið hlutverk sem sneri að móttaka og greina upplýsingar og koma þeim út, tjáning, hvað sé skriflegu eða töluðu máli. Three-Eye þriðja augað og Atlas leiðrétting á afstöðu Atlas hryggjarliðarins, þessa efsta, C1, sem að ber upp í höfuðkúpuna og tengi saman himinn og jörð. Þetta brúin milli anda og efnis. Og í þessari vakningu þá öðlumst við fullt flæði af orku. Upp og niður í gegnum allar orkustöðar og þetta tengir okkur við þriðja augað. Og brúin Atlasinn. Þannig að Three-Eye Atlas sem að verður næst jörðu 19. eða 21. desember í 114 milljón kílómetra fjarlægð hér inn í okkar sólkerfi sem verkfæri. Þetta verkfæri sem til þess ætlað að stuðla að Kundalini vakningu mannsins. Þetta verkfæri sem ætlað sem að mun færa okkur kóða. Þetta mun breyta DNA uppröðuninni okkar. Þetta mun koma okkur í andlega tengingu við hið guðlega afl, alheims skaparan, algjörlega óháð trúarbrögðum. Þetta verkfærið sem mun stuðla að þessari giltu öld. Þetta viss heimsendir, en þetta byrjun á sama tíma. Því það nefnilega málið. Þessar brýr sem eru myndaðar fyrir okkur til að fara yfir og sjá að staðurinn sem við komum frá og staðurinn sem við erum á leiðinni til, þetta sami staðurinn. Þetta hefur með eilífð að gera, þetta eternal. Það engin byrjun og það engin endir. Þetta sami staðurinn, þetta einingar vitundin. Og við munum í kjölfarið fara að muna hvaðan við komum og hvert við erum að fara. Við munum sjá það og við munum uppljómast sem heild. Það eru örlög mannsins. Og Three-Eye Atlas, þriðja augað, mun veita okkur innsæi inn í þennan veruleika sem okkur býður. Þannig að eru geimverur á leiðinni til jarðar? Já, það má alveg segja það. En við þurfum að fara í rauninni að íhuga á skilgreiningarnar. Hvernig skilgreini ég geimverur?
Er ég að búast við hérna eitthvað nuts and bolts hérna, eitthvað flíildi hérna sem lendir bara hérna á bílaplaninu fyrir utan handvershúsið. Útstíga hérna bara einhverja verur, the Greys hérna. Eða erum við að búast við að hið upplýsta alvald stígi niður í öðru formi með því að vekja upp þessa kristsvitund eða hvað nú sem við viljum kalla það. Þetta en guðlega kjarna innra með okkur öllum sprengi sig upp í gegnum stíflurnar sem sitja í atlasnum og veki þriðja augað upp og uppljómi okkur sem manneskjur. Þetta það sem þetta snýst Það bara þannig. Bókin sem ég skrifaði, hún kemur út hérna bara í byrjun nóvember, hún heitir UFO 101 og í þessari bók fer ég yfir alla þessa þætti sem snúa að óumflýjanlegri vitundar uppfærslu mannsins og aðild Galactic Federation í því samhengi. Þannig að fylgist þið með og nú ætla ég að selja smekkbuxur og drifóta restina af deginum og fara inn í svo frábæra helgi og ég ætla að láta svo mikið gott að mig leiða því það ekkert raunverulegt nema ást og kærleikur. Restin lygi. Þetta bara arkitektahönnuð lygi. Flokkar, hægri, vinstri, landamæri, trúarbrögð, litur á yfirborði, húðar. Þetta vitleysa. Þetta allt vitleysa. Og hérna, í raun erum við eitt. Það bara þannig. Okay, namaste.